Komið þið sæl aftur. Föstudagsþátturinn að þessu sinni sendur út héðan frá Hótel Hildibrand í Neskaupstað og til mín komin María Hjálmarsdóttir en hún í stjórn félagsins Ungt Austurland. Velkomin. Sæl. Takk fyrir. Ungt Austurland var stofnað fyrir sirka ári. Hvað ræðir? Já, þessi félagsamtök voru stofnuð fyrir sirka ári síðan og í rauninni var þetta hópur af ungu fólki sem ræðist í það að stofna þetta félag sem mjög þarft. Það ekkert svona samskonar félag á Íslandi fyrir heilan fjórðung, þannig að Austurland verulega að skara fram úr og þetta mjög þarft átak. Það var farið í þetta til þess að skapa ákveðna rödd fyrir unga Austfirðinga og þetta í rauninni félagsamtök fyrir unga Austfirðinga frá 18 til 40, leðutorðan 40, þá dettur út úr félaginu. Og í rauninni til að styrkja líka tengslanett þvert á sveitafélög og annað, til þess að í rauninni eins og þetta styrkja þessa rödd og gera ályktanir og greina skrif og annað og að tengja okkur betur saman og það var haldinn stór fundur á Borgarfirði Eystri í fyrra þar sem mætingin var verulega góð og meðal annars fjármálaráðherra kom og fleiri stórir aðilar sem kom inn og við fundum bara að það var hlustað á okkur. Sigrún Blöndal kom í erindi þarna og við höfum fundið alveg frá upphafi að það hefur greinilega verið gata á markaðnum fyrir svona. Bara SSA og sveitafélögin fögnuðu þessu öll, þeir sem sagt styðja þetta framtak og það verið að leita til okkar líka bara mjög mikið. Þannig að það eru í rauninni, það eru yfir 1200 manns held ég á Facebook-grúpin okkar í Ungt Austurland og það góð mæting og fundi og annað, þannig að þetta rosalega spennandi. Já, þannig að viðtökurnar í samfélaginu hafa verið jákvæðar og góðar. Þær hafa vægast sagt verið mjög jákvæðar, já, og það hefur verið fjallað mikið þetta og við höfum komið bara í útvarpsviðtöl og annað og það horft til okkar og talað okkur líka annars staðar á Íslandi og það einnig bara vinnumarkaðurinn og annað að leita til okkar líka til þess að fá að hitta okkur og ræða, til dæmis hafði HSA samband og vildi ræða bara geðheilbrigðismál og hvernig ungt fólk geti einhvern veginn, þeirra rödd geti komist áleiðis og eftir í rauninni það og svo var haldinn fundur á Neskaupstað, þá erum við að gera ályktun geðheilbrigðismál fyrir sem sagt ungt fólk á Austurlandi varðandi geðheilbrigðismál. Þannig að við erum í samtali við atvinnulífið, sveitafélögin og líka eins og SSA, samband sveitafélög á Austurlandi. Þannig að það verið að leita til okkar frá mörgum aðilum og í rauninni miklu meira kannski og hraðar en við byggumst við. En það liðið ár. Hver hafa svona stærstu verkefni verið og hverju hafið þið áorkað? Við héldum þessa byggðaráðstefnu á Borgarfirði Eystri og í rauninni var hún mjög vel sótt og upp úr henni voru gerðar það voru haldnar vinnustofur og upp úr henni voru líka gerðar ákveðnar ályktanir sem hafa svo verið unnar áfram. Það var haldinn annar fundur hér á Neskaupstað í síðustu viku sem var gagngert til að hvetja ungt fólk að fara í sveitarstjórnir og í kosningar, taka þátt í kosningum, að bjóða sig fram og þar vorum við með í rauninni mismunandi bæði pólitíkus og unga pólitíkusa sem komu og töluðu við aðalega sem komu. Þannig að við erum svona þessi samráðsvettvangur og svona rödd út á við og hvatning fyrir ungt fólk í rauninni að gera Austurland að betri stað að búa og hafa eitthvað að segja hlutina. En það líður að árslokum, eruð þið komið búin að teikna upp árið 2018? Já, það alveg nokkur svona spennandi teikn á lofti. Ég myndi nú ekki segja að við varum kannski að fara að búa til nýjan flokk, en það verið að skoða ýmislegt varðandi til dæmis sveitarstjórnarkosningarnar og líka verið að skoða hvernig við getum aðstoðað unga Austfirðinga sem langar að fara í framboð og þessi fundur sem var haldinn í síðustu viku var svona til þess að kveikja þennan áhuga. Það eru alltaf fáir ungir í sveitarstjórnarmálum og við erum svona að rýna það hvers vegna og annað og hvernig getum við aðstoða viðkomandi. Þannig að við viljum endilega aðstoða þá aðila sem hafa áhuga á því og vilja koma sér áfram í þessu, í pólitík. Og svo erum við að skoða það að halda jafnvel svona messu, heitir þetta, eða svona ákveðið svona
vinnustæðamessu þar sem við sýnum fyrirtækinu annað og hvað þau gera að reyna að halda það til að sýna fjölbreytnina því að það er mikið ungu fólk sem veit í rauninni kannski heldur ekki alveg hvað að vera hvað fyrirtæki eru og líka til þess að reyna að fá Austfirðinga sem eru búsettir erlendis eða einhvers staðar eða í Reykjavík að koma aftur heim. Þessum að það er mikið af Austfirðingum sem fara í nám og við styðjum það alveg en við viljum fá þau aftur heim og þannig að við erum bara að reyna að vekja athygli á tækifærunum á Austurlandi og að samt sem að líka vinna og benda á það sem er ábótavant og þarf að laga í samráði við sveitarfélögin. Og það er mjög ánægilegt að segja það að nú var Fljótsdal sér að bara nýlega óskaði það eftir röddu frá ungu Austurlandi inn í varandi Ormsteiti og annað þannig að það er verið að leita meira til okkar að við höfum rödd inn í einhver ákveðna vettvanga og við viljum auðvitað líka koma inn í það sem eru stærri ákvarðanir teknar og annað að þessi rödd ungra Austfirðinga komi þar fram líka. En þú segir þetta er fyrstu slíku samtökin á landinu. Svona telji að þetta módel verði tekið upp í hinum landsfjórðungum? Ég bara hvet hina fjórðungana til þess. Ég held að það eru þetta svona ungmennaráð í bara í sveitafélögum á höfuðborgarsvæðinu og annað, en kannski ekki í heilu alveg fjórðungum. Þannig ég bara hvet aðra til að gera þetta sama. Við eigum smá tíma eftir og aðventan er að ganga í garð. Já. Hvernig er aðventan á þínu heimili? Hún hefur einkennst mikið og alltaf mikið að stressi hingað til. Ég ætla að breyta því í ár og ég ætla að reyna að hafa símalausa aðventudaga og reyna að spila með krökkunum mínum og fara út og föndra. Ég hef verið mikið svolítið á móti föndri og hef aldrei viljað föndra en nú ætla ég að taka upp föndrinu og ég ætla að gera aðventukrans heimagerðan og í fyrsta skipti og bara njóta þess að vera heima hjá mér og ekki að vera endalausum þönum og stressi. Þannig að það er svona markmiðið mitt í ár. Þetta eru fín lokaorð. Þakka kærlega fyrir komuna, María. Já. Bless. Takk fyrir bless. Til okkar er kominn góður gestur, Hrönn Reynisdóttir sem var að gefa frá sér sína aðra skáldsögu. Nei, nú ertu að spauga Kolfinna. Sæl. Sæl. Þú gafst út þína fyrstu bók, líka hana Kolfinnu í fyrra og aðra í ár. Já. Hvernig kviknaði skrifbakterían og hvað var til þessum komst á svona fullt skrif? Ég hef alltaf haft voða gaman að hnúða saman einhverju vitleysu, ljóðum, sögum, bara öllu mögulegu en mér datt ekki í hug, einhver annar hefði gaman að því að kannski skoða þetta. En svo bara fyrir tilviljun þá kynntust þær mér þarna í bókstaf og frétt af mér og ég að þeim og þá bara fór Kolfinna af stað. En hver er Kolfinna? Fyrri eða seinni. Þetta er sitt hver manneskjan. Þetta er fyrri bókin er unglingsstelpu, seinni bókin reyndar líka en þetta er ömmunar. Þá fer ég aftur í tíman. Og þar hittum við ömmuna fyrir á unglingsaldri. En þessar stelpur, eða þessar Kolfinnur, eru þær byggðar á sönnum persónum eða er þetta þinn hugarheimur? Þetta er bull frá upphafi til enda, bara svona eitthvað hnoð. En ég kannski svipa mér aðeins til ömmunar því að við erum báðir jafn miklir hrakfallabálkar og hefnar með eindæmum en ekkert byggt á neinu sönnu. En viðtökurnar í fyrra voru mjög góðar á fyrir Kolfinnubókinni. Komið þeirra óvart? Vissirðu á hverju átti von? Já, ég var mjög hissa á þessu. Ég átti engan veginn von á þessu. Man náttúrulega bara einhver húsmóður út á landi og algjörlega óþekkt stærð. Þannig að, já, þetta var mjög gaman, en óvænt. En hvernig tilfinning er það að taka á móti bók úr prentsmiðju eftir svo langan meðgöngutíma sem það er að skrifa bók? Hvernig er þetta? Þetta voru skrítin tilfinning, þetta er svona, ekki eins og að taka á móti fyrsta barninu sínu eða eitthvað svoleiðis, en þetta er góð tilfinning, mjög góð. En hvað er framundan hjá þér sem rithöfundi? Það er náttúrulega ýmislegt svona í pípunum, ég er með nokkra beinagrindur sem ég er svona kannski aðeins að setja utan á og svo bara kemur í ljós hvað verður. Þannig að við eigum alveg eins vonaði að sjá þig á árið eða hvað?
Það er aldrei að vita. Það væri bara gaman. En mér langar rosalega að plata þetta að lesa smá upp á nýju bókinni. Já, skal gera það. Dag einn birtist Þórir aftur við hliðin á mér, brosandi og bað hnífana mína. Sá dagur mun aldrei líða mér minni og sennilega ekki Þóri heldur. Ég held ég væri búin að jafna mig nokkuð vel á skömminni frá tunnudeginum ógulega, en það virtist nú ekki alveg vera. Allavega brá mér svo óskaplega ég leit á hann og ég skar hausinn af síldinni með einu handtaki að fremsta kjúka vísifingurs vinstri handar fylgdi með. Þar sem ég var með afar mikinn handadofa fann ég ekki mikinn sársauka strax, en tók samt eftir því að eitthvað var í ólagi, lagði frá mér hnífinn og starði síðan á vinstri hendina mína. Þóri var þar með gleymdur, þar til ég heyrði konu garga og sá einhverja hreyfingu út undan mér. Ég sneri mig við og lá þá ekki Þórir á bakinu á gólfinu, bara eins og skata, náhvítur í framan og mamma hans var mætt til að stumra yfir honum. Þar sem ég stóð og horfði á þau og fólki sem kom aðveðandi, lag blóðið í stríðum straumi úr því sem eftir var af fingrinu mínum. Hægt og rólega fór að færast líf í Þóri og fólki hjálpaði honum að setjast upp á rennandi blautu gólfinu. Hvað kom fyrir þig, geskurinn? Spurði Kalli á Bjargi. Það virtist rifjast upp fyrir Þórireflinum og hann leit á mig þar sem ég stóð og hélt vinstri höndina með þeirri hægri. Sjálfsagt hef ég ekki verið fallið sjón þar sem ég stóð, með fullan lófa blóði og blóður rann í stríðum straumi niður svunduna mína. Að minnstakosti rak hann upp skerandi óp sem óneitanlega myndi mikið á konu í neyð. Síðan steinleiði yfir hann og hann skall á gólfið aftur. Æ, elsku drengurinn, hrópaði Gulla á Nesi hún hélt áfram að bjástra yfir honum. Þú hefur drepið barnið mitt, óþverans kvensniftin þín, hrópaði Gulla og sendi mig merg kælandi augnaráð. Þegar ég var leidd út stuttu seinna, heyrði ég eitthvað kalla. Finni stúfinn, hann má ekki lendi ykkur í tunnunni. Á meðan mér var troðið inn í bíl og ekið með mig til læknis, fór ég að hugsa að ég hefði ekki haft tækifæri til að kveðja elsku stúfinn minn almennilega. Ég vissi að ég sæi hann aldrei framar. Þetta hefði verið stundin sem aðskildi mig og stúfinn fyrir lífstíð. Blessu verið minning hans. Ég gat bara ekki annað gert en að flissa yfir þessum heimskulegu húsunum mínum. Frosti verkstjóri sem var að keyra mér snar sneri sér við og rak upp stór augu. Frosti kallinn var frekar sérstakur í útliti en alveg indælis kall. Hann var með stór, afskaplega útstæð eyru og þá voru augun helmikið verri. Þau voru hreint eins og þau stæð á stilkum. Þar sem hann starði á mig, svo augun nánast komu veltandi á móti mér, rak ég upp hrossahlátur. Ég gat engan veginn hamið mig, en hló svo mikið að tárin spýttust í allar áttir og Frosti starði á mig og hélt áfram að keyra á hornið á Dalhúsinu. Það er aldrei stuð í þessari. Já, það er nóg að gera. En aðeins rétt að lokum, aðvendan er að bresta á. Hvernig er aðvendan hjá rithöfundi? Það er bara líf og fjör. Við förum alltaf til tengdamömmu og steikjum saman laufabrauð og svo náttúrulega skötuveislan og svona. Og svo er ég ægilega mikið jólakúla. Ég alveg elska það að skreita allt í kringum mig. Þannig að það fyrir mikið tími í það og bara vera með fjölskyldunni. En austfirska rithöfundalestin, er það eitthvað sem þú tekur þátt í? Já, við byrjum núna á fimmtudaginn og endum á sunnudag, förum víða, Seyðisfjörð, Vopnafjörð, Egilsstaði, einhverja skóla líka, Reyðarfjörð, Skriðuklaustur, hingað, Neskustad og bara, ég man ekki alveg að það er ekki alveg komið á tært sem sagt hvaða staðir verða nákvæmlega. Þannig að það er annars sem aðventu framöndan. Já, mjög svo, en skemmtileg. Þakka þér kærlega fyrir komin í þáttinn. Sömuleiðis, takk.